Áfram höldum við hér í föstudagsþætti N4. Það verður mikið að vera á Akureyri helgina. Nýstúdentar frá Menntaskólanum á Akureyri setja upp hvítu kollana og júbílandar setja svip sinn á bæinn. Þeir flykkjast til bæjarins til þess að rifja upp gömlu góðu tímana og auðvitað heimsækja gamla góða skólan sinn. Björn Kristinn Jónsson nýstúdent frá Menntaskólanum á Akureyri og Hjördís Halldórsdóttir, hæstaréttarlögmaður, í bænum til þess að fagna 25 ára afmælinu. Byrjum bara á þér, Hjördís, að setja upp hvíta kollinn. Þetta eru tímamót að útskrifast frá menntaskóla. Já, þetta náttúrulega kaflaskil ákveðin í lífinu og þú þarft að fara einhvern veginn ákveða hvað ætlar að gera úr stór. En jafnframt búin að ná settu takmarki og leggja heilmikið á því. Og síðan náttúrulega hér að það eru margir sem flytja í burtu, fara annað í nám, þannig að þú horfa fram á það kannski að kveðja heima hana, eða þá ertu búin að vera hérna gestur í 4 ár og ert að kveðja það tímabil. Björn Kristinn, skynjar þú þetta að þú standir á tímamótum? Já, algjörlega. Núna ef maður klára kannski þetta 14 ára grunnnám sem allir þurfa að taka að fara í gegnum og stendur fyrir framan núna stórum ákvörðunum sem þarf að velja vel og vanda valið og það verður fróðlegt að sjá hvernig framtíðin verður. Helgin hjá þér, bara ef þú lýsir henni í stuttu máli fyrir okkur? Heyrðu, það sem sagt byrjar allt á morgun og klukkan 10 hefst athöfn í íþróttahöllinni. Sem sagt á laugardeginum? Já, á laugardeginum, þar sem úrskriftin fer fram og þar eru ræður frá júbílöndum og síðan brautskráningin sem fer þar fram. Og eftir það tekur við bara smá veisla heima, ætlum að bjóða heim fjölskyldu og vinum og vera léttar veitingar og bara gaman að hitta fólkið og fagna þið saman. Og síðan veisla eða hátíðarveisla niður í höll síðan í kvöldið sem verður dagskrá og í svörtum fötum spila síðan fyrir dansi. Þannig að það stendur mikið til? Heldur betur, þetta verður mjög skemmtilegt. Hjördís, þegar þú hugsar 25 ár aftur í tímann, hvað manstu eftir þessum degi? Ég man rosalega gott veður og við vorum með kampa út í garði í Vanarbyggðinni heima og svo man ég eftir veislunum kvöldið. En jú, að fá náttúrulega skírteinið, ég man eftir því. Ég fekk einhverja bók held ég fyrir framlag til félagsstarfa, þannig að það þægilega upptalið. Það oft talað að menntaskólaárin eða þessi ár að þau séu jafnvel þau skemmtilegustu á ævi sérhvers manns. Ég get alveg tekið undir það. Þetta eru mjög dýrmætt vináttusambönd sem myndast, en svo ertu líka bara að læra svo mikið. Og kannski líka sérstaklega þennan skóla að það er bekkikerfi. Þannig að tengslin bæði milli nemenda og kennara eru sterk og maður býr að því. Björn, þú hefur nú tekið virkan þátt í félagslífinu í Emma. Já, heldur betur. Ég fráfarandi formaður hjá Eins og búinn að taka virkan þátt í félagslífinu í skólanum sérstaklega núna í vetur og bara búinn að fá ómetanlega reynslu út af því og sem ég mjög þakklátur fyrir og bara mjög glaður hvað allt gekk vel og þetta var skemmtilegt. Þannig að í þínu félagsstarfi þá hefurðu stofnað til vináttubanda ansi margra væntanlega? Já, heldur betur. Ég hef búinn að kynnast mikið fólki. Við vorum saman 8 manna stjórn sem ég er mjög glaður að hafa kynnst og fengið að vinna með og ásamt því að hafa fengið að vinna með fullt af fleirum frábærum krökkum. Hjördís, þú varst nú líka í félagslífinu? Já, ég var skemmtanastjóri á 4. ári og það er eitt af þessum stjórnarstörfum í nemendafélaginu og ég var líka, þegar ég var á 3. ári, þá var ég meðstjórnandi held ég að hafa örugglega heitið í stjórn nemendafélagsins og svo var ég aðeins að vinna í svona undirbúningi ræðukeppna fyrir skólann og eitt og annað. Svo var ég í mjög merkilegum klúbb sem hét Blóma með vinkonu minni Kristínu Þóra Kjartans og vinnu minnum Gunnlaugi Friðriksssyni og við gerðum bara svona ýmislegt, vorum yfirleitt með svona gerninga og svo vorum við 3 líka saman með Kvikma og fengum lánaðar einhverjar dýrmætar myndir frá Reykjavík og sýndum á svona ýmsum hátíðum.
Menntaskólinn á Akureyri, það eru miklar og ríkar hefðir og félagslífið það ber á margan hátt keima því. Algjörlega, þetta er á skóli mikil hefða. Það er eins og söngsalir og margir gamlir siðir. Árshátíðin er alltaf haldin vímuefna og áfengislaus sem er frábært og þetta er mjög virkt félagslíf og öflugt og gaman að taka þátt í. Hjördís, núna þið sem eru 25 ára, ef að þú ættir nú að gefa nýstúdentum eitthvað heilræði? Já, það er nú reyndar þannig að Kristín Þóra sem ég minntist á áðan, hún tók sér nú til í gær og safnaði saman upptökum í óvissuferð sem vorum í af lífsskyldu fólks, hafandi lært það sem við höfum lært á þessum 25 árum og það kom mjög margt skemmtilegt út af því. Og ég er ég raun og veru byrja þá að segja kannski einhver lífsskyldi sem ég man og það er einmitt frá honum Gunnlaugi Friðrikssyni sem ég nefndist á líka áðan. Og það er kannski bara þá kveðja okkar 25 ára stúdenti til allra nýstúdenta núna. Að þetta er þá lífsskildin eftir 25 ár, hvernig lítið þau út núna. Og það er þá númer 1 að vanda sig, númer 2 að það er að gleðjast og númer 3 að elska. En svo ef ég ætti að gefa einhver heilræði bara frá mér og til þín, að þá er það kannski bara meira út af það þegar maður fer út á vinnumarkaðinn. Ráð sem ég fékk á svona tíma sem ég hef notað svona eftir smekk og þegar mér sýnist, en hefur reynst mér vel. Og það er að þú getur sagt alla hluti, annaðhvort jákvæðan hátt eða neikvæðan. Og þetta er mjög gagnlegt svona á vinnumarkaðnum. Já, takk fyrir það. Björn Kristín, ertu svona búin að ákveða næstu skref hjá þér? Þetta er aðeins spurning. Það er svona í vinnslu. Ég stefna á að taka 1 ár í pásu núna og fara bæði að vinna og ferðast og aðeins að skoða heiminn og síðan tekur eitthvað nám við að ári liðinu en það er ekki alveg komið á hreint hvað það verður. En fyrst og fremst helgina þá er það bara gleðin og ánægjan sem að ræður ríkjum? Algjörlega, bara fagna þessum frábæra áfangi sé að ljúka og gleðjast með fjölskyldu og vinum. Björn Kristín og Hjördís, bara þakka ykkur fyrir komuna og eigið góða helgi. Takk. Og svo rétt á eftir, þá ætlum við að huga að nýju blaði sem að N4 ætlar að gefa út sem heitir Landsbyggðir.